Já, kapitalismin að tortíma sjálfum sér og það má sjá það á marga mismunandi máta. Við skulum skoða eitt. Berum kapitalismann í dag saman við goðsögnin kapitalismann, sjálfsmyndans, hver hann telur sig vera. Kapitalismin telur sig vera farveg fyrir eljusemi og frumkvæði einstaklingana. Í gegnum það verði til uppgötvanir, ný tækifæri, nýir möguleikar, samfélagis eflist og einstaklingarnir geti mótað sitt líf eins og þeir helst kjósa með þeim hætti sem að þeim hentar. Þetta ekki raunin í dag. Í dag engin félagslegur hreyfanleiki á Vesturlöndum. Þeir sem að fæðast inn í lágstétt og verkalýðsstétt, þeir mun deyja inn í lágstétt og verkalýðsstétt. Þeir sem að fæðast inn í auðstétt verða sífellt auðugri. Kapitalismi í dag þjónar fyrst og fremst þeim sem að eiga og eiga mikið. Þjónar fyrst og fremst stórfyrirtækjum, big business, alþjóðlegum fyrirtækjum. Litlu fyrirtækin sem einstaklingarnir að reyna að byggja upp í bílskúrunum eða á hornum einhvers staðar, þau eiga engan séns. Ef að þeim gengur vel, að þá þau annaðhvort keypt upp eða brotið niður af stóru fyrirtækjunum. Löggjöf, stjórnkerfið, stjórnmálin snúast það að þjóna stórfyrirtækjunum. Við sjáum þetta í Sjálfstæðisflokknum. Hann þjónar fyrst og fremst verslunarráði og samtökum atvinnulífsins sem aftur þjóna fyrst og fremst allra stærstu fyrirtækjunum. Ekki einyrkjunum, ekki litlu fjölskyldufyrirtækjunum, ekki millistóru fyrirtækjunum þar sem að störfin verða til og sem tækifærin eiga að vera til og þar sem að goðsögnin kapitalismann segir að frumkvæði kapitalismans búi. Kapitalismin í dag þjónar fyrst og fremst hinum stóru og þjónar drottnunargind þeirra, þjónar möguleiku þeirra á að drottna yfir öðrum, drottna yfir samfélaginu öllum, hinum allra auðugustu.